Þess að 2-0 tap á móti Frökkum hérna á heimavelli. Hvernig líður bara svona að bæta þetta leik? Bara vonbrigði að hafa ekki náð allavega stig úr þessum leik. Mér fannst við vera alveg með frakkana í vasanum, vorum að skapa okkur færi í fyrri hálfleik og vorum að verjast ótrúlega vel. Bara svekkjandi að fá þetta fyrsta mark á sig og svo kemur bara seinna mark í kjölfari. Svo segir þið fáið nóg færum í fyrri hálfleik og komið ykkur góða stöður. Er ekki svolítið svekkjandi að vera ekki komnar með mark inn í hálfleikin áður en þið farið að spila svo á móti vindinum? Jú, akkurát. Mér fannst við hefði getað byrja fyrr að nýta þess að vera með vindi. Við fórum svona að fatta þegar voru 20 mínútur eftir að værum með vindi og gætum, pressa betur á þær og fara að skjóta markið og það vantaði svolítið bara í byrjun leiks. Þú áttir nokkrar góða verslur í dag og sérstaklega innan í fyrri hálfleik, alveg bara heimsklassa varsla. Hvernig leiðir að spila þennan leik? Bara ótrúlega vel. Mér líður bara vel að spila fótbolta og farin að spila í félagsliði og svona, þannig að það bara gefur mér sjálfstraust inn í landsliðið. Spilaði á Klænu í velli í dag, Klænu Laugardalsvöllur. Hvernig var grasið? Bara geggjað sko, þetta er bara besta sem ég sé á Laugardalsvelli. Ég hef ekki spilað marga leiki hérna en þetta var bara ótrúlega gott. Bara leiðilegt hvað vindurinn hafði mikil áhrif en náttúrulega bæði lið voru að spila með vindinn þannig að það er ekki hægt að kvarta yfir því. Þið fáið svo einn leik við Serba áður en þið farið á EM. Hvernig bara leggst framhaldið í þig? Ótrúlega spennandi. Við getum loksins farið að hugsa um EM. Við erum búin að vera fókusa á þessa 2 leiki og núna fer maður í smá sumarfrí og getur hugsað um eitthvað annað og svo fer bara allir fókusinn á EM. Takk fyrir þetta, gangið vel. Takk fyrir.